Komið sæl, það er nokkur hamagangur framundan í veðrinu í dag. Við sjáum þessa tunglmynd sem var tekin klukkan 1 í dag. Þetta er lægðamiðja svolítið langt suður af landinu. Hún færðist síðan hratt hér til norðurs þegar leið á daginn og tekur svo stefnuna til austurs í kvöld og nótt, en það fylgir þessu veðri, eða þessari lægð alltaf fárviðri við suðurströnd landsins, þá bæði í Vestmannaeyjum og eins undir Eyjafjöllum, og það verður líka bálhvasst víðar á sunnanverðu landinu. Við sjáum á yfirlitskortinu hvernig þessi lægð hreyfist og það fylgir henni dálítið myndalegt úrkomusvæði. Þetta er nú öllum líkindum rigning á láglendi á Suðurlandi, en hríðarveður mjög víða á norðan og austanverðu landinu, þó líklega rigni inn á fjörðum. Ef við skoðum nærmyndina aðeins, þá er ekki ólíklegt að vindhraði í Vestmannaeyjum til dæmis fari í 30 til 32 metra á sekúndu. Vindhviður gæti orðið alltaf 50 metrar á sekúndu og það gæti orðið svipað ástand í Öræfum. Það má líka búast við mjög hvössum vindi víðar á suðaustanverðu landinu og á Suðurlandi, en eftir því sem að norðar dregur þá minnkar nú vindurinn. Eins og ég segi, þá geti vindhraði farið í 32 metra á sekúndu og 32,7 metrar eru 12 gömul vindstig. Ef við skoðum landslitakortin þá gilda þau klukkan 21 í kvöld. Það er appelsínugul viðvörun vegna vinds í gildi fyrir Suðurland og Suðausturland. Þær viðvaranir hafa þegar tekið gildi og gilda til morguns. Það má segja að það sé mjög mikill munur á vindhraðanum hér undir Eyjafjöllum og eins og ég segi í Vestmannaeyjum og síðan vestast á svæðinu, en það er ekki til dæmis viðvörun vegna vinds inni á Faxaflóa. Það rignir eitthvað með þessu og vindhviður gæti náð 50 metrum á sekúndu. Vegagerðin hefur gefið út lokanir og það er þegar búið að loka til dæmis veginum frá Hvolsvelli og að Vík. Það er lítið að segja svo sem að veðri til dæmis á Vestfjörðum og norðvestanverðu landinu. Það er nú einhver svona austan strekkingur þar, en ekki dáið það sem að gerist á sunnanverðu landinu, og eftir því sem að norðar og austar dregur þá sjáum við það svona fer aðeins að blása, en mesta veðrið verður hér á norðaustanverðu landinu og með austurströndinni í nótt og í fyrramálið, og það verður semst ekki alveg gengið í þetta veður klukkan 9 í kvöld. En svo sjáum við suðaustanvert landið, þar verður einnig bálhvasst. Það er appelsínugul viðvörun í gildi. Hún þýðir hreinlega að veðri verði mjög slæmt. Það verði tafir á samgöngum og mögulega að það verði einhvers konar þjónusta felld niður og annað slíkt, og eins og við höfum séð nú þegar að það var búið að loka einhverjum vegum, þannig að það má allavega búast við því að samgöngur leggist niður á meðan veðrið gengur yfir. Í fyrramálið þá verður nú lægðamiðjan hér suðaustur á landinu og heldur áfram að fara til austurs. Það verður þá komin þessi gula hríðarviðvörun á norðan og austanvert landið, og þó að vindur hafi vissulega minnkað mikið með suður og suðausturströndinni, að þá gildir þessi appelsínugula viðvörun til hádegis. Það er skaplegra veðrið síðdegis á morgun, en það má ennþá sjá að það er hríðarveður og einhver ofankoma á austanverðu landinu. Eins og ég segi, þá gæti þetta orðið rigning eða slitta á láglendi, en það má alveg búast við snjókomu til fjalla. Þarna hefur hins vegar lægt mjög mikið á Suðurlandi og byrt til. Það er önnur lægð á leiðina miðvikudag. Hún er þó með mun svona minni skilum og ekki að sjá að það verði mikill hamagangur með þessu, en hins vegar það verði einhver úrkoma í þessu, og á fimmtudaginn þá er svona svipað ástand, áfram austlæg átt, sennilega svona 8 til 15 metrar á sekúndu og slitta eða rigning í flestum landslutum. En það gengur semst í þessa hvössu austanátt í kvöld. Á morgun þá er þetta nú mestu gengið yfir seinni partinn, en eins og við sjáum á þessu korti hér fyrir Suðurlandið að þá er viðbúið að vindur fari yfir 30 metra á sekúndu. Það er appelsínugul viðvörun í gildi og vindhviðurnar gætu náð 50 metrum á sekúndu bæði undir Eyjafjöllum og eins í Öræfasveitinni. Segjum þetta gott að vera í bili, verið sæl.